Nei, Friðþór, ef við rifjum aðeins upp söguna hérna á bakvið flugstöð á Keflavíkurflugvelli, hvað geturðu sagt okkur það, svona upphafið og eitthvað frameftir? Í upphafi þá erum við að líta til þess að Keflavíkurflugvöllur gerður í stríðinu, fyrst og fremst fyrir herumferðina sem var eina umferðin á þessum slóðum. Og þá, það að segja, herinn byrjar með þetta Atlantshafsflug í gegnum Keflavík og fleiri millilendingarstaði. Flugvélarnar þurftu meira og minna millilenda á leiðinni til að taka eldsneyti. Og þá þegar herinn fer eftir stríðið, þá fá Bandaríkjamenn áfram leyfi til afnota þóttir afhendi völlin Íslendingum. Þá fá þeir leyfi til þess að nota hann sem millilendingarstaði fyrir herflugvélar. Og taka jafnframt að sér að reka hann sem alþjóðaflugvöll, því að það fór ört vaxandi umferð í almennu farþegaflugi, stæðstum hluta til amerísk flugfélög til að byrja með, en síðan evrópsk líka, og þá þurfti flugstöð og þá er drifið í því að reisa þetta hús sem gert á árunum 1947 til 49, það tekið í notkun vorið 49 og þá þetta ekki bara flugstöð, heldur líka flugvallarhótel og mjög fljótlega þú þurft að reisa meira segja viðbótarhús hérna við hliðina sem nú búið að rífa sem var viðbót við hótelið. Og þannig að öll efri hæðin var lögð undir hótelið. Við erum hér í setustofu þaðan sem er víðsýnt hérna yfir flugvallarsvæðið, yfir sem sagt flughlaðið. Hér voru flugvélarnar afgreiddar og síðan þetta var náttúrulega búið að bæta við hérna þessum viðbyggingum framan við, en húsið var ekki nærri því stórt upphaflega. Og næstu 15 árin þá heilmikil trafík hérna í gegnum Keflavíkurflugvöll, þangað til að þoturnar eru teknar í notkun og undir 1960. Þá þurftu þær ekki, framliðið stundu þurftu þær ekki lengur að hafa viðkomu, þannig að þá minnkaði þessi umferð. En samtímis að þá voru breytingar að gerast í íslenska millilandafluginu sem að allt fór fram í Reykjavík. Flugfélögin 2 voru komin með svo stórar flugvélar að það var erfitt að fljúga sérstaklega í Ameríkufluginu og loftleiðum með fulla flugvélar frá Reykjavík, þannig að þeir eru það millilanda hér út á Keflavíkurflugvelli til að taka eldsneyti og stundum farþega. Og þannig að úr verður að árið 1962 þá taka loftleiðir að sér reksturinn á flugstöðinni og flugafgreiðsluna hér. 2 árum síðar þá fá þeir svo stórar flugvélar sem að þeir gátu alls ekki nota Reykjavíkurflugvöll lengur og þar með flytja þeir alla millilandastarfsemina sína hingað suður á völl og svo fylgdi Flugfélag Íslands í kjölfarið þegar þeir taka í notkun fyrstu farþegaþotuna 1967 og svo þá fer umferðin aftur að aukast, fyrst og fremst með íslenska farþegafluginu auðvitað, sem smátt og smátt vex fiskur hrygg á næstu áratugum, þangað til að stöðin er raun og orðin allt of lítil fyrir það sem þá var að gerast og þá farið í að reisa nýju flugstöðina. Og alls staðar, og þegar það gerist, þá náttúrulega koma Bandaríkjamenn með fullt af peningum og hjálpa okkur að byggja nýja flugstöð? Jú, auðvitað, þeir vissu hvað til síns friðar heyrði í þessu efni og hjálpuðu náttúrulega upp á sakirnar því það hentaði þeim ágætlega. Þeim hugnaðist náttúrulega mjög vel að aðskilja borgaralega flugið frá sínum rekstri, eðlilega. Hér var allt í einu kraðaki, farþegaflugið, orrustuflugsveitin og allar kappatreytaflugvélarnar, ratsjárflugvélar og hvaðina. Þannig að það farið út í það á 8. áratugnum að skipuleggja dreifingu á áhættunni, ef svo má segja, og færa sumt af þessari starfsemi hérna vestar á flugvellinum og þannig að færslan á flugstöðinni passar vel inn í þá mynd sem að það dregin upp. Þegar horfið tilbaka þá þetta cirka 70 ár síðan að starfsemi hófst hérna þá, cirka, er það ekki? Jú, því að það var 1946 sem að Íslendingar fá flugvöllin afhentan.
þó að þeir í raun taka ekki sjálfur að fullu við rekstrinum á honum fyrir 2006. Það er svolítið svona tímamót núna þegar, orðin áratugur síðan að bandaríski herinn fór frá Keflavík og við erum hérna inn í gömlu flugstöðinni sem að nú er verið að fara að rífa. Hún er náttúrulega búin að standa hérna auð núna, frá því að herinn fór 2006. Já, hún hefur Hvernig stendur á því að þetta hefur ekki gerst fyrr? Vandinn við húsnæði sem að herinn skildi eftir hérna var að það var mörgleiti mjög óhentugt, ýmist of stórt eða of lítið, samanber stóra flugskýlið sem að líka stendur til að rífa en það er bara búin að vera, það er ýmsar ástæði fyrir því að menn hafa verið að líta í aðrar áttir heldur en að þetta hefur ekki verið aðkallandi en núna er komið nýtt skipulag fyrir þetta svæði þannig að það er ekki ástæði þess að bíða lengur ef að fer að hylla undir það að ykkur hafi þörf fyrir lóðina til þess að reisa það þá eitthvað húsnæði sem hendar þeirri starfsemi sem að þörfir fyrir núna. Hvað er að koma hérna núna þegar þetta verður búið að jafna þetta við jörðu? Það er raun ekki neinn ákvarðanir eða neinn útlutin sem hefur átt sér stað en það er fyrirhugað að hér við flughlaðið rísi náttúrulega flugskýli og húsnæði undir aðra þá starfsemi sem að á við á svoleiðis stað. Hér er gamli brottfararsalurinn og þetta var einn geymur og afgreiðsluborðin hérna meðfram veggnum hérna inni en eftir að varnarliðið tók við húsinu að þá var reistur þessi veggur og hér innan við var stórt bókasafn því það var hluti af samkomulaginu það að reisa nýju flugstöðina að þetta hús sem að Bandaríkjamenn reynda reistu sjálfir að það myndi þá færast aftur til nýtingu og þeir breyta húsinu til þess að nýta það á margvíslegan hátt en notuðu jafnframt að hluta til áfram sem flugstöð sem að þeir höfðu áður í húsinu hérna við hliðina sem sagt til að afgreiða þeirra áætlunarvélar sem komu hérna venjulega einu sinni í viku með fólk og svo alls konar flugvélar sem herflugvélar sem voru að stoppa hérna á leiðinni yfir hafið. Já, hér eru við að labba inn í... Hér var svo komið inn í brottfararsalinn, þess að transitsvæðið og þá voru ekki þessi afgreiðsluborð hérna, þetta er það sem herinn setti síðast. Hérna var á seinustu áratugunum var íslensku markaður og brottfararfríhöfnin inn í þessari álmu. Þetta er allt orðið búið að stúka þetta allt niður í skrifstofur og VIP-rúm og svona. Já. Og eiginlega eina sem minnir á gamla tíma hérna, það er að Ferðaskrifstofa ríkisins hafði hér aðstöðu og hér eru gamla myndir, landkynningamyndir uppi. Það er eitthvað úr hlíðunum í Reykjavík eitthvað þar og einhverju hluta vegna hefur þetta alltaf fengið að hanga uppi. Já. Sko þannig að þetta var náttúrulega, þetta var áfram notað af hernum. Hér voru afgreiddar semst farþega flugvélarnar sem komu á þeirra vegum. Það var hérna áætlunarvél einu sinni í viku og með henni komu og fóru þeir sem áttu ýmis stutt erindi eða voru að flytja. Já. Og þá var búið að gera ágætis aðstöðu hérna fyrir farþegana akkurat í það. Hér var svo í gamla daga komu verslunin í fríhöfninni og hérna þar sem að hurðin er, þar var glerveggur, var reyndar sennilega á vegg hérna aðeins innar, mannst því glerveggnum þar sem að var hægt að veifa farþegum sem voru að koma og horfa á það og koma og gefa þeim bendingar hvað þetta kaupi í fríhöfninni. Hvaða tilfinningur hefur fyrir meira samstarfi við Bandaríkjamenn? Það er alltaf að vera eitthvað að viðra þá umræðu að þeir vilji koma aftur með starfsemi hérna og annað. Ertu eitthvað inn í þeim málum í dag? Ég hef nú þann starfa hjá Isavia að fylgjast með þessum málum og hafa umsjón með þeirri þjónustu sem við erum að veita í þessu sambandi og þetta er dálítið ofsagt. Það hefur ekkert breyst hjá Bandaríkjamönnum
að þeir vilja og nýta aðstöðu á Íslandi eftir því sem að þeim hentar og í hagræðingarskyni fyrst og fremst. Þannig að eftir þeir fóru að nota nýjar kapótaleitaflugvélar þá þurfa þeir oftar að koma hérna á þessar slóði fyrst og fremst til þjálfunar og þá gott að geta stungið inn í hús og það það sem að stefnt að í sambandi við breytingar á flugskýli hérna. En þeir ekki að koma hingað til þess að vera með fasta viðveru eða neitt slíkt. Ef þeir týna kafbát ykkur tíma hér svona vestarlega í hafinu að þá þægilegra að leita hans héðan frá Keflavíkurflugvelli heldur en frá Skotlandi þar sem þeir ætla sér að vera með megin aðstöðuna hér á þessu svæði.